núna samningur Snorra Steins við HSÍ líka núna í maí. Hann gaf út í febrúar að hann væri í viðræðum við HSÍ. Hvernig ganga þær viðræður? Þær ganga bara mjög vel sko. Og það eins og við kannski bæði ég kom fram á og Snorri Steinn líka, það var bara vilji beggja megin. Og við erum bara búin að ræða saman og það styttist bara mjög í fréttir á þeim vettvangi. Og þannig að já, bara lítið svoleiðis út. Gerir ráð fyrir að það verði búið að tilkynna hann sem eða framlengja samninga hans fyrir þetta verkefni gegn Svíþjóð í miðjan mars? Já, ég gerir ráð fyrir því. Það var allar væntingar til þess og við erum staddir þeim stað að þetta svona einhverju bara við erum bara aðeins að fína sér held ég, hvernig við viljum sjá framhaldið en það bara eins og ég ítreka bara einlega vilji, við erum með hárréttan þjálfara á verkefni og hópurinn á árangur búin að mikill stígandi þannig að það er engin ástæða til þess að fara að breyta þar eitthvað. Þannig ætla að vera núna í 3 ár sem landsliðsþjálfari í fullu starfi. Voru þið með einhverjar kröfur einhverjar breytingar þar eða þá vilja að það yrði áfram þannig? Nei, við erum með einhver kröfur sko. Kröfuna sem við leggjum bæði landsliðsþjálfarann, landsliðsteymið okkar allt og bara okkur sjálfur að við ætlum að vera í fremstu röð í heimi. Og við erum að keppa, við erum í 4. sæti núna við erum á leiðinni heimsmeistaramót og ef við ætlum að vera með þeim allra fremst í heimi þá þurfum við að hafa umgjörð og allt annað í kringum liðið okkar eins og með að vera bestu, annars drugust við bara aftur úr. Þannig að öll okkar vinna miðast að því að halda okkur áfram í fremstu röð, búið til umgjörð og allt eins og við getum bara í kringum liðið okkar. Fjárhagsstaðan hjá HSÍ náttúrulega mikið milli tannanna fólki. Margir veltaði fyrir sig hvort að HSÍ hafi bara jafnvel tök á því að vera með landsliðsþjálfara í 100% starfi. Hverju getur þú svarað því? Ég svarði því bara eins og ég voru á, fjárhagsstaðan er ennþá flókin og það er bara svona okkur daglega, við erum í þeim verkefnum dagsdaglega að reyna að vinna í þeim hlutum og afla tekna en við erum afreiðssamband og ætlum að vera fremstur í heiminum og munum halda þeirri stefnu áfram þannig umgjörðin í kringum landsliðið verður þannig.